Jæja, gott fólk, jólaandinn hellist yfir okkur og auðvitað kemur hann svona innan frá en við gerum svo margt samt sem áður líka til að hjálpa honum. Við hlustum á jólatónlist og við skreytum jólatréð, ekki strax samt. Og við ætlum aðeins að spjalla þetta. Til mín eru komnir þeir Páll Eyþór Jóhannsson, sem formaður Karlakórs Eyjafjarðar, og Ingólfur Jóhannsson frá Skógræktarfélagi Eyjafjarðar. Já, Eyfirðinga, akkurat. Heyrði, verið velkomnir piltar. Takk fyrir það. Bræður. Takk. Þeir eru ekki bræður þó þessi báður Jóhannssynir? Nei, ekki það ég veit sko. Nei, já, við myndum sennilega ekki drulla ykkur saman. Nei. Heyrðu, það standa tónleikar fyrir dyrum, Já. ekki? Já, við ætlum að vera með jólatónleika sem að var frestað í fyrra. Já, Nú verða vonandi 18. desember í Glerárkirkju. já, Verða reynda tvennir tónleikar klukkan 17 og klukkan 20. Og við krossum bara fingur og vonum að fólk láti ekkert á sig fá þó að þurfa að fara í hraðpróf og alls konar vesen og komi og hlusti á skemmtilega tónlist. já, þetta ekkert vesinn. Þetta tekur örstutt stund að fara í hraðprófið. Þú farið að vita þetta eftir smástund sömuleiðis. Þetta ekkert vesinn, ekkert sem að fólk hafa að láta hindra sig því að koma og svona tendir í sig jólabarnið. Nei, við vonum það allavega. Þetta verður þetta mjög skemmtileg dagskrá og góðir gestir sem við fáum. Já, þið eru ekki einir hittuna. Nei, við fáum Margréti Eir Já, til að syngja með okkur og svo verður Ívar Helgason já. líka með okkur. Og það verður barna- og unglingakór Þelamerkurskóla verður með okkur líka. Dásamlegt. Og fyrir utan að við erum með hljómsveit, 5 manna hljómsveit og það sem hljómsveitarstjóri Eyþór Ingi Jónsson, ekki Já, Ekki semst organisti, Dalvíkingurinn. ekki Gunnlaugsson. Söngspökuland. Já, akkurat. þannig að með honum verða 4 valinkunnir menn. Þetta glæsilegt, þetta verður heilræn dagskrá. Já, þetta er mikil dagskrá og búið að æfa stíft því að við æfðum aðeins fyrr en í fyrra líka. Já. Akkurat. En vonandi hefst þetta núna. Dusta rykið af. Já. En Ingo minn, ert þú komin í jólaskap? Herri, ég er búinn að vera í jólaskap síðan í óttúber. Er það ekki? Jóli Kjarnaskógi byrja bara miðjan óttúber. Já, auðvitað. Það er ekkert þá byrjum við að bara græja tré fyrir fyrirtæki sem ætlaði selja vel jólin og svo er bara orðið svo svakalega mikið af fólki sem að fær við heimahús og vill lengja aðventuna og bara gleðja sig. Já, og fær inn að jólatré jólum. svona snemma inn. Já. Og hvað er nú vinsalast? Það er bara allt vinsælt í dag. Það er allt vinsælt í dag. Það er bara helst að það komi með ljósum heim á hlað og setja stinga í samband. Já, ég skil. Þá Já, er allir glaðir. Já, það er allir glæðir. Og þið komiðu með bara svona tilbúin? Við gerum bara allt, sækjum og þetta er bara eins og eiga pizzastað, við bara skuttlum þess út á haustin og sækjum svo í febrúar eða eitthvað svoleiðis. Og skreytið og allt. Já. Dásamlegt. Sáu þið að skreyta þetta heljarinnu jólatré hér? Heyrðu, þetta er svakalega fallega jólatré sem þið erum með. Þetta er einmitt frá Skógræktarfélagi Eyfirðinga. Strákarnir völdu þetta. Já, þeir hafa ekki svitnað við að bera það held ég. En þetta er mjög fallegt og svona mínimalískan hátt. Þetta er nefnilega, það er sjarmið þarna á bakvið. Það er sjarmið þarna á bakvið, inn á milli. En það náttúrulega, fólk leggst ekki endilega sortir. Ég meina það hefur mismunandi smekk. Er ekki meira sér til jólatré fyrir fólk með gróðurónami? Jú, einhvern tímann kom einhver alltaf að snúa við í dýrónum. Af því hann uppgötaði að hann var með gróðurónami. Ég benti á hann á þetta fína lerkitré sem hefur náttúrulega ekki eina nála á veturnar og ég var nú bara að grínast en hann fór með það heim og skreytti og var svona ánægður. Hann hefur komið hvert ár síðan og fengið lauflaust jólatré. Stórkostlegt. Og þú veist, maður segir ekkert fólki fyrir verkum. Nei. Ég veit alveg hvernig jólatré á að líta út en það líka bara, það hafa allir skoðun á því. Ertu með lifandi jólatré heima hjá þér? Já, ég geri það nú. Hvað gerir það? Alls konar, já, ég er gaman að breyta til og prófa. Já, akkurat. Páll, ert þú með lifandi? Já, það hefur verið venjan bara í mörg ár og það er nú svipað eins og Ingi segir, sko, við höfum verið að gera tilraunir, við höfum verið að prófa ýmsar tegundir. En við höfum reyndar oftast með normann þinn svona gegnum tíðina en furu líka. Já. Þetta er bara nauðsynlegt finnst mér.
Já, ég á sjálfur eftir að upplifa það að vera með lifandi jólatrí. Ég sé það dofnar yfir Ingólfur. Ég veldir vonbrigðum. Veit ekki hvert þú átt að fara. Nei, akkurat. Nei, það er bara nákvæmlega hlutunni. Ég get ekki breytt klikkin í hausnum á þau sem segja að þú að vera með plasttré. Ég bara ræð ekki við og ég bara ánægður með þig og plasttrið þitt. Takk skal mín fyrir það. En ég lofa bót og betur. Ég á eftir að upplifa þetta. En við ætlum að fá pínulítinn forsmekk að jólum og jólatónleikum. Það ætla að streyma hér inn, hvað ég að segja, jólasveinu 1 og 8. Þið ætla að syngja fyrir okkur jólalag. Já. Er það ekki? Hvað ætla að syngja? Þetta heitir Meiri snjó, en það er kannski óþarfi, en þetta er sem sagt lag sem að öll börn á Íslandi heldur kunna og við jafnvel líka þessir eldri. Jú, og það er alveg sjálfsagt að biðja aðeins meiri snjó, þetta er sem ekki hjarn og svett. Já, það má koma aðeins meiri stjóra en kannski ekki of mikið. Já, það verður gott að stjórna í. Já. Heyrðu, við bara ætlum að njóta og hlusta. Ég ætla að njóta. Er það ekki? Kæra þakki fyrir komuna, Piltar. Takk fyrir það. Og þá skulum við hlýða á Meiri snjó. Hingað streyma inn 8 manns, meðlimir í Karlakornum og syngja fyrir okkur og við píanóið situr Guðlaugur Viktorsson, stjórnandi. Gerið svo vel.